Góðan daginn. Hvað segir mann gott hér? Gott. Allt gott. Það er mjög gott. Og þá er kertin blessuð. Svona til þess að halda í hefðirnar. Við viljum hefðirnar. Það er bara svona við viljum. Greinilega. En þetta er biblíuþátturinn okkar sem við gerðum til þess að hvetja okkur til þess að lesa sjálf biblíuna. Það hefur verið markmiðið alveg allan tíman síðan við fórum að stað með þetta og það er hvetja menn til þess að gera þetta sjálfur. Því ég held svolítið lengi hafi borið á því að menn sé að þiggja þetta bara í kirkjunni á þess að átta sig á því að við þurfum að gera þetta líka heima og það að vera trúið manneskja krefur mann endalaust á aga. Þú agar þig, já, til að mæta á stundir og þú agar þig til þess að lesa orð Guðs. Þannig að alveg saman hvað þú gerir í Jesú nafni, þetta er allt saman undangengnum aga. Þannig að aginn þarf að vera með og Drottinn talar mikilvægi agans. Þannig að hann ekkert að fara með staðlausa stafið þar, frekar en annar staðar í þessum öfnum. Og svo það spurningin, trúi ég orði Guðs eða trúi ég ekki orði Guðs? Ok, ég trúi orði Guðs, en fer ég eftir orði Guðs. Og þarna svarar hver manneskja einstaklingu fyrir sig, bara já, samkvæmt sínum skilningi á því hvernig ná að gera þetta. Og það er allt í lagi, svona bara er þetta. En hvernig sem við lítum á, hvernig sem við gerum þetta, þá vex trúin okkar af því sem við gerum í Jesú nafni. Þannig vex trúin. Og sértu duglegur og dugleg við að iðka orðið, þá vextu í skilninga orðinu og orðin verða eftir í hjartanum af því að þú ert að lesa þau. Það er langt síðan ég áttaði mig á þessu að það er svo margt sem maður þarf að gera sjálfur. Þannig að við höfum ekki að venja okkur á það, ef við höfum gert það, að varpa einhverja ábyrgð á aðra kristna menn. Söfnuðurinn sem slíkur, hann í sjálfu sér ekkert vald. Söfnuðurinn hugsaður þannig frá Drottni sjálfum að ég, segðu þetta með mig, ég, sem núna trúi og Drottinn hefur aðskilið mig frá heiminu. Það bara liggur alveg fyrir. En það náttúrulega lifir enginn af með sína trú, hafa hann ekki aðra til að deila sinni trú með. Og þetta veit Drottinn og þess vegna hefur hann samfélag fyrir okkur. Köllum það kirkju. Við höfum svolítið breytt hugsuninni kirkjuna, hvað hún er. En kirkjan þetta samfélag sem að kristnir menn þurfa að vera undir. Þar í samfélaginu hitta þeir sína líka og hverjir eru þeirra líka? Þeir sem að halla sér á orði Guðs til að mynda. Og þeir halla sér á orði Guðs að þeir fengu grunninn til að byrja á sem trúin. Trúin í gjöf og með trúinni fylgir allt þetta. Það er þessi aðskilnaður 1, 2 og 3 frá heiminum. Akkur aðskilnaður. Þetta ekki bara fólk eins og við, og heldur ekkert verra, en
Málið vandinn þarna það alvarlega þarna að heimurinn, hann liggur allur í hinum vonda. Það vandinn þar. Og Drottinn segir sjálfur að hann vilji ekki að sitt fólk séu undir áhrifum illra anda. Þeir eru þar. En ekki í samfélagi trúar. Þið sjá að aðskilnaðurinn og meira, Drottinn gerði allt sem þarf til að við ættum okkar samastað. Innan okkar líka. Sem sagt, samfélagið verður minn hópur sem ég hitti. Og þarf að hitta og verða að vera innanum. Að linda við annað mál. Að linda við agi sem hvert og eitt okkar þarf að tileinka sér á þessari vegferð. Agi. Þú ert trúarmanneskja og ég veit að þú átt þá þessa bók til sem við erum með hérna okkur á sitt hvora hönd. Og ég veit að þú gluggar í hana. En ertu að lesa þér til svona gagns? Það veit ég ekkert En auðvitað vænti ég þess sem trúaður maður að þú gerir og ég líka. Það ekkert verið að tala bara til þín. Það sem ég geri, gerir þú líka. Ekkert meira og heldur ekkert minna. Við róum á sama báti, erum í sömu áhöfn og förum þá leið sem báturinn sem við erum í fer. Hvert hann? Í suður eða vestur? Þá erum við á suðurleið eða vesturleið. Við erum í þessu bát með þessu fólki sem þekkir Jesús og vill tilheyra honum og gera hans vilja og eru þið skildir heiminum. Akkur aðskildir heiminum. Þessi heimurinn fallinn, strangt til tekið, já hann fallinn. Ríki Guðs til og það ekkert á neitt útleið, en hitt allt útleið. Og Drottinn enn að tína fólk úr þessum fallna heimi yfir til sín og gera þennan aðskilnað. Og það fer strax að átta sig á því að það þarf að vera í samskipti við annað trúa fólk. Ég man eftir því í fyrsta skipti sem ég kom í svona samfélag, þá var ég bara nýgræðingur og nýkominn til trúar en þó kominn til trúar. Og þar kynntist maður alveg spánýjum hlutum. Við vorum hátt í 20 manns. Man allt eftir því við sátum í hring. Fullorðið fólk, roskið fólk. Ég var nú yngri þá en ég í dag, þannig að ég var líklega langyngstur. Það allt í lagi með það. Og það var ákveðin skóli fyrir mig að bara koma inn í þetta samfélag. Þá var ég nýstiginn svo til í heiminum og ég þekkti allt í þessum heimi. Og ég man eftir því að mann svona hálfgerða raki í rogastans með þessar 20 manneskjur þarna saman komin. Að það fór enginn að kýtast, enginn að steila og stæla. Það fannst mér mjög merkilegt. Og það var algjörlega ný nálgun fyrir mig hvað þessi samskipti varðar. Og ég man eftir því að svo hugsun sló niður í hugan að þarna vildi ég vera. Þarna vildi ég vera. Merkti í sjálfu sér ekki kannski það sem að ég var að sjá þá. Maður var náttúrulega bara nýgræðingur í trúnni og vissi ekki
kannski svo mjög hvað drottinn hugsar í málunum. En það sem að þarna var verið að meina í raun og veru, ég vil vera það sem Kristur er. Það var það sem ég var að segja. Hér vil ég vera. Ég vil vera það sem Kristur er. Þetta kom svona skilningur á þessu löngu seinna. Og ég er ennþá það sem Kristur er. Og ég segi enn, hér vil ég vera. Í Biblíuna mína, mér við hlið og hvetja aðra, menn og konur, til að ástunda trú sína og bera ábyrgð fram allt á sinni trú. Því ef ég vil ekki bera ábyrgð á minni trú, af hverju ætti ég þá ætlast til þess að þú bærir hana fyrir mér? Nei, það gengur ekki alveg. Þannig ég þarf líka að standa í lappirnar hvað þetta varðar. Og það hef ég gert og vaxið, náttúrulega helling af verkefni sem maður er að sinna í Jesú nafni, alveg svo þú. Ég er ekkert svo eini sem vex í trúnni. Það eru margir sem hafa vaxið mikið í trúnni. En því miður ekki allir. Af hverju? Og þeir bara stoppuðu. Það er bara málið. Ef þú hættir að vaxa er það vegna þess að þú bara stoppaðir. Og hverjum er að kenna? Já, þú vilt kenna ykkur þá og náttúrulega getur ekkert bent á neitt nema sjá að þig. Það er ekki að vaxa, það er að staðna og staðna er alltaf mjög slæmt. Þannig, ef þú ýtir ekki á þig, ef þú hefur ekkert til að ýta á þig í þessa átt, þá ertu mjög illa sett manneskja. En þú hefur þetta ýtingarafl og það heitir heilagur andi í þér sem að virkjar alltaf þína trú og trúin er alltaf að segja þér haltu áfram. Gerðu þessi verk. Láttu ekki dag líða án þess að þú gerir eitthvað í Jesú nafni. Hefur þetta verið hlutskipti mitt? Já, ég held ég megi segja það. Það hefur verið hlutskipti mitt á hverjum degi frá því að ég sagði að það er til Guð. Maður hefur alltaf sinnt þessu einhvað og mér finnst gaman að sinna þessu. Ég elska reyndar að sinna þessu. Og núna er ég hér með ykkur. Hvet ykkur til þess að lesa bókina, kynna ykkur efni hennar. Og Drottinn elskar að sjá þetta hjá þér því hann veit hvað þú ert að gera. Hann veit þegar þú situr og þú stendur og þú liggur, eins og Davíð segir í einhverjum sálmánum. Hann vissi þetta, hann fattaði þetta. Og við getum líka fattað þetta og sumir reyndar hafa fattað þetta. Og það er mikil trúarstyrkur að fá opinberun á svona grunnatriðum trúarinnar. Já, það eru til viss grunnatriði trúarinnar eins og það eru til grunnatriði að hverju verkefni sem er. Og ef þú ætlar að fræðast þessi verkefni og hina þá er best að byrja á grunnatriðunum og hvernig svona þetta var allt saman gert. Því allt byggir á einhverju. Þetta grunnatriðin eru til og þegar þú ferði grunnatriðin þá er það vegna þess að þú ert að kynna þér þetta hvernig þetta er frá upphafi og hugsunin er kannski á bakvið það. Og hver er hugsunin á bakvið orð Guðs í grunninn? Að þú, ég, við séum áhugasöm að rækta orð Guðs, þekkja orð Guðs, prívat. Þannig við leggjum ekki ábyrgðina 100% á samfélagið, að það sé að fræða okkur og svo erum við bara stikkfrí þess á milli. Þannig trúin ekki, þú ert trúaður líka þegar samfélagsins nýtur ekki. En samfélagið er búið til fyrir trúna þína.
Já, hann aðskildi þig frá heiminum og þú veist að þú hefur ekkert þar að gera. Ekki svo að skilja þetta sé verra fólk, en það ekki með sömu hugsun og pæling og þú. Þú elskar að tala Jesú, en þetta fólk í heiminu það hefur engan áhuga á því að heyra neitt talað Jesú. En það gæti verið upptekið af því að lýsa fyrir þér flotta garðinu sínum og alla vinnuna sem að lögð var í hann og þetta blóm og hitt blómið og allt saman það. En þú ert ekkert endilega, það ekki lengur neitt kannski áhuga sviði á þér. Og svo heldur það bara áfram og það talar eitt og annað í bílskúring og hans nú orðinn flottur og fínn og allt saman það og efast ekki það að hann sé það. En þetta heldur ekkert áhuga svið þitt. Þú getur auðvitað glæðast með fólkinu að allt sé í toppstandi en þetta bara hugsunin þeirra. Hún þarna, hún bundin við þetta þrönga svið. En ef að þú ferð eitthvað að tala Jesú, ekki svo að skilja að menn leyfið þér það ekki, nei, líklega leyfið, já, leyfa þér það nú kannski, en áhaldum hvort að orða því sem þú ert að segja fara inn fyrir skinnið. Þannig bara veggur, deng. Og orðið í raun og veru stangaðan að vegg og svo dettaðu bara niður. Þannig að þú ert að í raun að ausa í botnlausa tunnu sem gengur ekki neitt það verk. Þess vegna verður þessi aðskilnaður og þess vegna líka koma með hitt og þú sækir í það. Alveg svo ég var að segja, þegar ég fór á mína fyrstu samkomum má segja, þetta var svona, menn komu saman með biblíuna sína og kannski var þetta svona að nafnu til bænastund, það skiptir ekki máli. En ég man alltaf eftir því að ég sagði, þarna vil ég vera og ég gaf okkur ástæðana fyrir því að þessi orð komu upp hjá mér. Að ég sá samstillinguna. Ég þekkti hitt. Það sem að nokkru menn voru saman, þá skildi það alltaf gerast að einhverju voru að rífast og þrasa og jafnvel bara með ljótum orðum átt á tíðum. Þetta var það sem ég þekkti. Þetta heimurinn eins og hann í dag. Það hefur alltaf verið. Þess vegna gerir Drottinn aðskilnað og býr sínu fólki vissan samfélagsstað. Já, við kallum það kirkjuna. En kirkjan í raun og veru bara þessi samfélagsstaður, þar sem við komum saman. Vegna þess að við þurfum á hvoru öðru að halda, að því við erum að hitta þar fólk með sama áhugamál má segja og við. Við erum ekki þar til þess að lýsa svaka flotta bílskúrnum okkar, eða kannski gerum við það, þannig enginn að hlusta á það þar. Vegna þess að í raun og veru vill fólki tala annað þegar það komið saman, það vill einhvern veginn tengja trúna við samræðuna. En menn eru í trúnni á vissum stöðum, bara ákveðnum stöðum og sumir jafnir búin að vera lengi í þessu, þeir hafa aldrei þroskast neitt. En þeir eiga heilagan anda í hjarta sínu. En gera ekkert svo mikið með hann þar og eru því ekki að leggja rækt við trúna heima hjá sér. En þeir mæta kannski í kirkju en eru svo bara, já, góð stund hjá okkur í dag en svo ekkert meira. Þeir haldi ekki áfram að byggja sinn grunn og það er svona heimaverkefni hins trúaða manns sem skilur tilgang trúarinnar. Og hvernig þetta er allt saman uppbyggt. Samfélagið er vegna þess að maður brýnir mann. Og maður elskar að hitta mann. Að vera einn fer ekki vel með nokkurn mann. Því við þurfum að geta að tala við annað fólk.
og heimurinn er náttúrulega fullur af fólki. En í raun og veru þá hefur ekkert þangað að sækja. Eins og við vorum að tala að þangi fólksins þar, hann er svo allt annar en þangi þinn er. Eins og við vorum að tala að hrifstaði blóma af bleðunum sínum og allt er að með það. Sumir kristnir menn eru með græna fingur og allt er góð með það. En þeir samt gleyma ekki grunninn sínum, trúnni sinni, orðinu og því. Þannig það er allt á sínum stað, en við getum auðvitað gert allt sem við viljum. En orðið á okkur, trúir á okkur. Þannig að Guði gert. Og þetta verður með þeim hætti að þau leyfa því að verða þetta. Ég er að heilmiklum það, hvernig þetta allt saman er. Og það er líka svo skemmtilegt við þetta, að svona er þetta. Þannig að við búum að góðum hlutum. En við erum hérna með bókina með okkur, hjá okkur, eðlilega, trúafólk. Því ef hún er bara þarna í stadíónu sínum, þá hún lítið gagnaðinni þar og þetta er bara svipað að vera með bókina upp í bókahillu og það er líka lítið gagnaðinni þar. Þannig að við viljum nú fara skrefinu lengra með þetta allt saman og þess vegna erum við líka að opna hana og lesa. Þetta er ekki neitt valið þannig séð, en þetta er ekki, þetta er staðurinn sem að hvetur þig til þess að vera þessi manneskja sem er þessi lestrarmanneskja í orði Guðs. Þess vegna lestrarhestur, það fínt að vera lestrarhestur í Jesú nafni, það er bara mjög gott. Lesa mikið og þá vex maður hratt. Og það verður alltaf eitthvað eftir í hvers skipti sem við erum að lesa. Þó að magni sé nokkur kannski, að þá verður alltaf eitthvað eftir því að Drottinn veit alveg hvernig hann á að gera þetta. Þetta hefur maður séð og ég hvet því menn til þess að lesa og fylla sig á orði, því að ef þú ert með þá köllun í þér að tala, sumir hafa þá köllun í sér, aðrir einhver aðra, þá veit ég að þeir staðfesta að þegar þeir eru að ræða, þá komu borð sem þeir voru raun og veru ekkert að pæla í. Komu borð sem að falla beint í það kram sem er verið að ræða þá og þá. Akkur kom það, og því var komið fyrir í hjartanu og þaðan var hægt að taka það. Þetta fólk var að lesa orð Guðs. Það er leyndardómur í því að lesa orð Guðs. Það er langt síðan að ég áttaði mig á þessu, hvernig þetta virkar. Og líka margoft fengi staðfestingu á að þetta virkar svona. Það sem ég er að gera, það gagnast mér síðar. Bara í þessum þáttum, þá kom oft upp orð úr ritningunni sem ég var ekkert að velta fyrir mér og jafnvel ekki lengi. En eru þarna vegna þess að þau voru lesin einu sinni fyrir löngu að stuttu síðan. Þannig að þú skalt alltaf lesa, ekki láta hjá líða að lesa. Og ég hveti við þetta menn til þess að vera með góða reglu á sínu lestri. Og því að það er bara best, því að við erum hérna til þess að sýna og segja fólki hvað er best. Veit ég þó allt hvað er best? Ég veit ekki neitt. Ég er bara að flytja það sem Drottinn er að segja mér. Við erum líka að skilja þetta, hvernig þessi mál virka. Að einstaklingurinn, hvort sem hann ég eða þú, við erum bara að segja það sem Drottinn vill að þú heyrir. Ekkert meira og heldur ekkert minna. Hann er kennarinn. Einstaklingurinn er bara, já, verkfærið hans, svo sem við segja. Og það er rétt. Þess að hvetjum við hvort annað
á þann stað þar sem Drottinn í öllu sínu veldi. Og hvaða staður öflugri þegar maður segir svona en orð Guðs sem hann höfundur að, bjó til, setti niður fyrir sitt trúaða fólk sem hann búinn að skilja frá heiminum. Þetta bókin. Þetta eina bókin í raun og veru í mínu bókasafni. Þannig hún samanstendur á einni bók. Hún í grunninn. Það náttúrulega ekki bókasafn, en fyrir mér það bókasafn. En einu sinni átti ég alveg grúa bóka. En það ekki lengur og ég sé ekkert eftir þeim. Við skulum lesa eitthvað. Þetta Gamla testamentið. Við erum svona skiptað þessu á milli okkar. Gamla testamentið og Nýja testamentið og ég segi enn að ég nú svona meiri Nýja testamentismaður en Gamla testamentismaður. Og ég virðist að fá að eiga þá sérvisku fyrir mig. Við erum í Hósea, við lesum úr 11. kafla, einhver nokkur vers. Byrjum í 3. versi. Ég kenndi Efraim að ganga, bar þá á ormum mér, en þeir skildu ekki að það var ég sem annaðist þá. Ég dróð þó að mér með höndunum eins og menn nota með taugum kærleikans. Já, fyrirgefið. Ég dróð þó að mér með böndum eins og menn nota með taugum kærleikans. Ég reyndist þeim eins og sá sem lyftir brjóstmjólkingi að vanga sér. Ég hreyfði mig, ég beygði mig niður á honum, gaf honum að eta. Hann vill hverfa aftur til Egyptalands. Assúr verður konungur hans. Það sem hann neitaði að hverfa aftur mun sverði geisa í borgum þeirra og tortíma spáprestum þeirra, eða þeim vegna ráðabrugs þeirra. Orð Guðs, Hósea, 11. kafli, Gamla testamentið. Já, það orð Guðs líka. Og við erum með þetta í sömu bók, Nýja testamentið og Gamla testamentið og viðbótin, þessar agrikófubækur sem ég ekki hrifinn að vera með þarna. Og hérna á hægri hönd, þar þetta Nýja testamentið og Gamla testamentið alveg klárt. En þetta orðin yfir aldargömul þýðing hérna megin. Ég hef aldrei neitt litið í þetta og veit svo sem ekki hvernig þetta orðað, en þetta svona á mörgum stöðum þetta svolítið öðruvísi orðað en í þessari bók. Og það náttúrulega bara vegna þess að þetta hefur allt saman breyst. Forníslenskan, það að sjálfsögðu íslenskan, hún allt öðruvísi en við tölum í dag. Ég ekki að segja að við myndum ekki skilja hana ef við heyrðum hana, ef við þurfum verulega að velta vöngum yfir sumum orðum og setningum sem við heyrðum. Þannig að Biblían fylgir málfari manna og þjóða og það bara þannig. Þannig að við þurfum ekkert að segja drottni neitt þetta, hann veit það. En hvað það að þá þetta þáttur sem að hvetur okkur sjálf sem einstaklinga upp að orði Guðs. Þú sem trúumanneskja sækir í orðið vegna þess að trúin togar þig í átt til orðsins. Og þú segir, þetta í raun og veru minn matur í dag, sem rétt nálgun. Þetta mín andlega fæða í dag, segjum við, sem rétt nálgun. Og að því við viðurkennum það að þetta svona fæða, þá náttúrulega þurfum við að neita þeirra fæðu, ef hún á að gagnast okkur eitthvað. Ef við neitum ekki þessara fæðu, þá bara sveltur and okkar. Þá líður honum ekki vel og trúin
auðvitað það fjarar undan trúnni. En þetta viljum við ekki að gerist og þess vegna höldum okkur við þann steðja sem við vitum að er okkar steðji og það er orð Guðs. Þetta er ekkert flókið, þetta er mjög einfalt en við þurfum að minna okkur á alla þessa einföldu þætti til að við gleymum þeim ekki. Og við þurfum að leyfa trúnni sem slíkri að vaxa. Þegar hún vex, þá hættir þetta kæruleysi okkar við getum sleppt þessu núna. Því að trún segir, nei, ekki sleppa þessu núna. Og ef hún fær að ráða, þá sigrar hún þetta afl og þú gerir bara það sem þú þarft. Af því þú vilt næra trúna, þú vilt að hún eflist. Og þetta er leiðin til þess að láta trúna eflast. Og líka annað sem kemur í kjölfar þessara verkefna. Að þú ferð að meta það sem Drottinn hefur sett upp í hendurnar á þér og við vorum áðan að tala mikilvægi samfélagsins, hann setti það upp í hendurnar á þér. Ekki bara að því bara. Að þú þarft á því að halda, þú þarft á samfélagi manna og kvenna að halda. Heimurinn, hann er ekki neitt kostur fyrir þig lengur og það veistu, en kirkjan er það. Hún er tekin við af hinu. Heimurinn, hann hefur ekkert handað þér og það veistu. Guðsmennirnir og konurnar hafa allt sem þú hefur. Og það er ekki erfitt mál að ræða Guðs orð við kirkjunar mann eða konu. Það er ekki erfitt. En fólkinu í heiminum verðst heldur betur tunga tönn og það leiðist, það vill ekkert að ræða þetta. Þetta fyrir utan það náttúrulega veit ekki að hausnir sporða á því. En það fyrir eitthvað stað í hjartanu þeirra. Þetta er óþægilegt. Þannig að svo fer það að hugsa svoleiðis. Ég vona að konni kom ekki í dag. Nei, ég fyrir ekki, það er enginn að hugsa þannig. En ég veit það bara það að það verður einhver stífla sem Drottinn einn getur losað Þannig við erum að tala hérna til þeirra sem eiga þetta eiga til trú, lifa heiðarlega með sína trú og eru ekki tilbúin til þess að skipta neitt þar. Og þetta er það sem við erum að gera. Þetta er það sem við þurfum að gera. Það er að lesa orð Guðs. Ég bendi alltaf á Nýja testamentið, að við erum kristnar manneskjur. Nýja testamentið var til þegar Kristur kom og gerði það sem hann þurfti. Þannig að við erum í góðum málum. Þriðji kafli fyrra bréf Páls til Tímóteusar. Það orð er satt, sækist einhver eftir biskupsstarfi, þá girnist hann göfugt hlutverk. Biskup á að vera óaðfinnanlegur, einkvæntur, bindindissamur, hólátur, háttprúðugur, gesturissinn, góður fræðari, ekki drykkveldur, ekki ofsafenginn, heldur gæfur, ekki deilugerð, ekki fégerð. Hann á að vera maður sem veitir góða forstöðu heimili sínu og venur börn sín á hlýðni og alla prúðmennsku. Hvernig má sá sem ekki hefur vita á að veita heimili sínu forstöðu, veita söfnuði Guðs umsjón. Allt þarflega kennslur sem við þurfum að ígrunda og velta fyrir okkur. Og já, ef við viljum vera þetta og hitt, þá fylgir því viss ábyrgð sem ég verð að vita. Og hvernig hegða kristinn maður sér?
Hann hegði sér ekki svona bara áþekkt og biskupinn gerir. Hann hegði sér vel. Hann heiðarlegur. Hann drengskapar maður. Og hann venur sig á að vera þetta, nákvæmlega. Hann venur sig á að vera þetta. Hann blott að læra þetta allt saman. Og ástunda og verja þetta með sjálfu sér. Og þú hefur trúna til að verja þetta með. Þess vegna líka erum við með þetta orð Guðs að gera það sem þarf að gera og vera það sem það á að vera af því að það er þarna. Þess vegna er það þarna að þetta á að vera þarna. Og líka, þú vilt hafa það á sínum stað, vissa stað, til að geta sótt að þegar þú þarft á því að halda og þú sem sagt með aganum í þér, þá verður þetta svona reglulegt líf fyrir þig. Orð Guðs og allt í kringum orð Guðs verður reglulegt fyrir þig. Og þú heldur áfram að sinna þessu og vinna með þetta, að þegar þú fyrst og fremst vilt það. Já. Og það eru ekki 6 fílelda hesta til þess að draga þig á þessa staði. Nei, þú hleypur þetta létt fættur, að þú vilt vinna þetta verk. Að þú vilt sjá trúna þína nærða. Þess vegna ert þú glöð manneskja af þessu. Þannig að þú sér að aðskilnaður við heiminn er nauðsynlegt verk. Og þú sér líka að þú átt ekkert í þessum heimi. Hann er ekkert að gefa þig neitt. Hann er geldur. Hann er raunverulega steindauður. Það sömu þar umræðuefnin og hafa alltaf verið. Vangavelturnar sem hafa alltaf verið. Um hvað? Um allt nema Guðs orð, held ég. Eðlilega. Af því það er veggur þarna á milli. Hann fer ekki neitt fyrir drottinn og þú sér, það er til Guð, þá fer hann, þá er hann farin. Hann kemur ekki upp aftur. En þú heldur þér Guðs megin, en veist allt þetta í heiminum. Og þú talar eins og þú talar, hann hefur ekki danda mér. Nú veistu það. Þetta er að efla skilning sinn með réttum hætti. Alltaf vegna þess að þú ert náttúrulega trúið manneskja fyrst og fremst, það er alltaf grunnurinn, svo erum við verið að leita í orðið og leyfa því að fræða þig. Og þú lagt á þig þá ábyrgð að gera þetta, já, með þín megin höndum og segja. Sumt þurfum við að gera með okkar eigin höndum. Þannig að við getum ekkert farið neitt léttari leiðina í þessu vegna þess að bara svona er þetta. Sumt er gert með þessum hætti eða öðrum hætti. Og ef við ætlum að nota þetta, þá verðum við að gera þetta eins og þetta er byggt upp til að gera. Í styrm með orð Guðs. Það er þarna, vissulega. En ég verð að vinna það eins og mér er ætlað að vinna það. Trúin hnýr mig að þessari bók, að orði Guðs, eins og hún hefur alltaf gert. Og hún gerir það líka í þínu tilviki og ég ekki á neinum sér samningi hvað það varðar. Við erum öll með þennan samning. Við þurfum öll að gera þessi verk, en misjafnt hvað menn eru duglegir við. Og þess vegna erum við með þennan þá, sem heitir Biblíuþátturinn okkar, vegna þess að þetta er bara eitthvað sem okkur finnst að menn verði að skilja og skynja. En það er kominn tími, og þetta er ákveðin tíma ás öllu hjá okkur og Konráð kveður. Þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram. Verið sæl.